samkomulag. Það er náttúrulega vegna þess að ég stýrði þessu svo diktatórist. Allavega kom upp svo ábending að forseti mætti ekki hafa of mikið vald. Það getur verið svona valdagráðir menn sem kæmist í það embætti. Ég var nú kannski ekki alveg nefndur í því samhengi heldur og nefndur fyrrverandi forsætisráðherra. En við byrjuðum á því að fara yfir núverandi stjórnarskrá og ég ætla nú ekki að þreyta ykkur á því að sýna það. Heldur það sem við ræddum að breyta mætti og þá var það náttúrulega fyrsta spurningin ætlum við á að vera þingræði ekki, en það var svona kveðið í kútinn með þeim rökum að það væri rætt hérna í neðra. Og já, vísa til hóps með þessu nafni, þannig að hópurinn sem við vorum í, hann gengur út frá því að sé þingræði, frekar heldur en hinu, svona mestu leyti. Og þá ræddum við hlutverk forsetans og ég ætla ekki að sýna öll spilin í einu. Fyrsta lagi, hvert skal vera vald hans og þetta nú svona efni sem var kannski ekki alveg útrætt. Það kom þarna ágætur punktur það að þið sjáu hérna hvar ég reyna að vera með píluna. Já. Að þjóðin vissi í rauninni ekkert hvert vald forseta þess í dag. Nei, það ekkert skrítið því hver veit það. Það greinilega dálítið loðið. Þannig að það voru allir held ég sammála það að hvort sem við vildum hafa hlutverk forsetans næst svo til óbreytt frá því sem það virðist vera í reynd í dag, þá þyrfti að segja það berum orðum. Það ekki að vera ákvæði sem segir forsetinn skipar í embætti og svo gerir hann það ekki. Heldur bara afnema þau ákvæði þá, segja bara virkilega hvað gera. Svo var hinn skólinn sem sagði, og þá var því að benda á þetta halana afstafið, að ef við sumir segja náttúrulega stjórnarskráin segir berum orðum að forseti skipar í embætti og skipar ráðherra og svo framvegis, þannig ætti það að vera. Nú þá eins gott að segja það líka berum orðum og afnema þá 13. greinina sem segir það sem allt þetta dregið aftur tilbaka. Þannig að það var allir unni sammála það að það þyrfti að færa þetta til þess máls að allir skildu hvað maður verið að ræða. Nú, svo ræddum við þetta undir þeirri rúbrikunni að hafa hérna hlutverk forsetans næsta óbreytt og þá fórum við dálítið út víðan völl. Ég legg aftur áherslu á það, við erum að tala enga síður það að það sé þingræði. Forsetinn ekki kosinn sem framkvæmdastjóri ríkisins, heldur nokkurn veginn eins og hann í dag. En málskotsrétturinn, hann var svolítið ræddur aðallega fyrir hlé og gafst minni tíma til þess eftir hléið. Annars vegar að málskotsrétts ákvæðið sé óbreytt. Það voru einhver en kannski ekki mörg sjónarmið það að það ætti að leggja þetta alfarið niður. Ég held að allir hafi verið sammála það eins og við hefum komið frá hjá öðrum hópum að þjóðin eigi að fá meira að segja, en ég held að flestir hafi viljað halda í einhvers konar málskotsrétt áfram sem svona var öryggisventil. En sérstaklega ef þjóðin fær meira að segja með því að hún geti sjálf óskað eftir að greiða atkvæði lög eða jafnvel lagafrumvarp, að þá yrði þetta í rauninni einungis hugsa sem einhvers konar neyðarúrræði. Ef að málskotsrétturinn jafnvel aukinn, eins og Reynir nefndi nú reyndar hérna áðan, á þann hátt að forseti geti ekki aðeins vísað lögum til þjóðarinnar til þess þá í rauninni að fella þau eða samþykkja þau, heldur líka frumvörpum sem þingið hefur fellt, þannig að það sé að vekja upp frumvörp sem þingið á móti og fá þjóðina til að samþykkja þeim að svo ber undir. En hvort sem yrði, þá komum fram til sjónarmið að verður þá ekki þingið í eins konar gíslingu forsetans. Þingið alltaf á varðbergi, skildi nú Bessastaðabóndinn fallast á þetta eða ekki. Auðvitað myndi það gerast svona bak við tjöldin að það nú svona kannað hvort þetta var ekki allt í lagi.
En í tengslum við þetta og hengdum þetta nú fyrst undir málskotsréttinn og svo fannst manni þetta held ég það mikilvægt að það var gert að sérefni, nefnilega að forsetinn geti látið prófa stjórnarskrárgildi laga eða frumvarp er það sagt. Þannig að við lendum ekki einum oft í því að lög eru samþykkt sem síðan brjóta stjórnarskrá. Þá þurfum við náttúrulega að hafa eitthvað ígildi stjórnlaga dómstóls. Man nú ekki hvort það var rætt, en ég er allavega þeirra skoðunar alltaf að reyna að spara gefnaðan nýjum dómstól, en getur ekki Hæstiréttur bætt þessu ára sem hann hefur svo lítið að gera. Nú, svo var rætt þetta sem Einar nefndi áðan, að rauninni fjórða valdið, ekki bara löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdarvald, heldur eftirlitsvald með hinum þáttunum og að finna forsetanum þarna hlutverk, þar að segja að hann sé þá jafnvel yfirmaður þessa apparats alls og hvað erum við að tala í þessu sambandi, umboðsmann Alþingis, fjármálaeftirlit og eitthvað fleira, kannski gjaldnir í rafmagnseftirlitið en svona helst að því. Og en þá var þetta nefnt sig í nefndin og reyndar áðan að það var ekki hættulegt að fela einu manni svona mikið vald. Tala nú ekki ef hann yrði valinn á einhvern pólitískan hátt, en ef hann hefur lítið annað en þetta plús eitthvað serimóníulutverk, þá yrði hann nú kannski ekki valinn á pólitískum forsendum. En það má kannski spyrja hver nennir að myndi vilja taka að sér þetta embætti, ég veit ekki. Að hann skipi dómara, það var svona kastað fram þarna, en það er nú undir Hjördísir, þannig ég lefði ekki frekari umræður en það. Þetta var nú ekki rætt, það var nú heldur bara komið frá mér þegar ég var að rifja upp stjórnarskrána og staðinn fyrir að gera forsetann að framkvæmdastjóra ríkisins svona, þess að amerískan forseta, þá mætti kannski reyna að peppa svolítið upp þetta ríkisráð sem er núna bara puntsamkomuma sem kemur saman 2 ára árið að jafnaði. Ég ætlum ekki að þreyta ykkur með því að fara nánar út í það. Þetta var nú svona hvað sem er ekki mikið rætt. Síðan er þessi hugmynd sem held ég að Þorsteinn Pálsson hafi helst reifað til að finna forsetanum hlutverk, að hann sé forseti Alþingis. Í hvaða tilgangi? Jú, í þeim tilgangi sem Reynir nefndi til dæmis áðan, að tryggja það að þessi greitt atkvæði öll mál Alþingis, að það sé ekki mál sé ekki látin dag upp í nefnd og þvíumlíkt. En þá getur hann, sko, þetta náttúrulega stangast á, þá var ekki leið hægt að láta hann vera yfirmann þessa eftirlitsfunksjónar allrar, þannig að hérna verður með þá eitthvað að velja og hafna. Í öllum tilvikum erum við væntanlega að tala um það að hann er enga síður áfram þjóðhöfðinginn, þessi formlegi þjóð eða gjúðáð, raunverulegt framkvæmdavald, forsetaveldi þess að var vísað í hóp Reynis. Nú, ef að hérna, þegar við vorum bara að ræða hlutverkið og þeir eftir satt í fyrri hópnum, þá ræddum við lítillega það, já, á þetta að vera einstaklingur eins og verið hefur og þetta ræðist það af þessu hlutverki. Ef að hlutverkið er orðið að nánast engu, það er því að vera síðarmeistari ríkisins í rauninni, taka á móti erlendum sendiherrum og svo framvegis. Já, er það ekki bara hægt að hafa núverandi handhafa forsetavalds í þeirri funksjón, eða bara engan og segja forseti þingsins gegnir þessu hlutverki. Hvernig forseti er kosinn, það var nú lítið rætt en þó nefnt aðeins að hann ætti, minnst ef hann hefur einhverja raunverulega funksjón að vera áfram þjóðkjörinn, ekki kosinn Alþingi og nú er hann kjörinn þannig að sá sem fær flest atkvæði hann hlýtur embættið. Þið vitið í mörgum ríkjum er þetta gert í 2 hrinum, til dæmis í Frakklandi, að þeir 2 sem fær flest atkvæði í fyrri umferð, ef hvorugur þeirra nær meiri hluta atkvæði, þá kosið á milli þeirra. Það er til einfaldari aðferð að gera þetta í sömu kosningunum. Að menn raði frambjóðendunum þegar hann vilji helst og ef hann er ekki kjörinn þá vilji hinn og svo framvegis. Ég geti lesa einhvers staðar grein eftir mig þetta, ég ætla ekki að þrætta ykkur með því.
Ég held ég sé bara búinn. Já. Já.